Kæru áhorfendur, kæru hlustendur, verið velkomin í fyrsta þáttum menningarsmygls á Samstöðinni. Þetta er samfélagsverkefni menningarsíðunnar menningarsmygls og Samstöðunnar og við munum til skiptis tala bókmenntir og bíómyndir og núna erum við sett á bíósmygli og munum á eftir ræðina umtölustu mynd síðasta mánaða, Don't Look Up. Ég, svo ég kynni mig sjálfan fyrst, heiti Ásgeir H. Ingólfsson, blaðamaður, ljóðskáld og ritstjóri menningarsmygls. En núna er rétt að kynna bara okkar ágætu gesti, Heiðu, Benedikt og Gunnar. Og byrjum bara á Heiðu Eiríksdóttur sem margir muna kannski eftir sem Heiðu Jönnum. Hún er söngkona og tónlistarmaður, hefur lært heimspeki. En Heiða, hvað ertu mest svona sýsla við núna? Já, ég er bara ennþá í heimspeki og heimsfaraldri hefur gert það að verkum að ég er afskaplega lítið að gera tónlist. Ég er svona bara á fyrir salt í grautinn með hinu og þessum verkefnum sem að tengjast nú oft tónlist. Ég er sem sagt með nætuvaktin á Rás 2, annan hvern laugardag og hefur verið að skrifa eitthvað um tónlist. Ég hef nú reyndar tekið svolítið pásu í því en ég hef búin að vera svona að dæma plötur ég er bara svona ekta frílanser og lesi nú einhverjar auglýsingar og bara það sem maður gerir til þess að lifa af. En já, það er voðalega lítil, það er engin performance í gangi í svona heimsfaraldri, þannig að ég ákvað að skella mér aftur í Háskóla Íslands og er semst að í svona upphittun og ætla að fara að sækja doktorsnám núna í vor. En Gunnar, fyrir bara að spá, ertu bara full að fylgjast með það sem á Krímska, Rússland og Úkraína? Já, það eru stríðsátök, hryðjuverk og pöndur eru svona þeir þrír hlutir sem ég séræði mig allt mikið erlend málefni, þannig að ég kem alltaf einu sinni í viku á RÚV að tala um Miðausturlönd og svo er ég að skrifa í Stundina líka á til og reynir bara að frílansa eins og Heiða. En Benedikt, ég kannski reikna með að þú sért varla í leikhúsinu með Áslandi eða hvað er það bara að segja? Já, nei, ég er ekki í leikhúsinu, ég reyndi að setja upp sýningu í COVID-inu sem var fórnarlega COVID sem hétt Nasistingarnir, en ég bara er að undirbúa, ég er bara hugverkabóndi og sá og sumt kemur upp og annað ekki og ég vona að ég geti farið í tökur næsta sumar í núaserju og svo er ég eitthvað að pára hjá mér. Já. En áður við förum í aðalefni þáttarins, maður bara að spyrja ég byrja þá að Benedikt, bara hvað eru þið búin að vera að horfa á svona merkilegt undanfarið? Hvort það er undanfarna viku eða eru búin að horfa mjög mikið eða undanfarið ár eða hvernig það er? Já, ég held ég sé komið með eitthvað heilkenni, ég er farin að horfa bara aftur á einhverjar gamlar góðar seríur sem ég sá einu sinni, því ég finn einhvern eitt sem ég langar að horfa á og ég datt inn í Ozark seríuna en svo hef ég svona eins og gamla daga þá að vera sína Dallas í sjónvarpinu og svona menningarelítan hún svona skammaði sín fyrir að vera að horfa á Dallas. Ingimar Bergman kom úr skapnum og sagðist að horfa að það væri svona gott svona andlegt svona hvíld skilur fyrir svona eins og hann og þá komu allir með það að þeir voru líka að horfa á Dallas og ég á svona þætti sem heitir The Good Wife og The Good Fight sem er svona lögfræði dama, ég dregst mikið en annars stendur mér til boða, ég er meðlimur í Evrópsku kvikmyndaakademíunni og mér stendur til boða að skoða þar þessar bestu myndir og það er stundum erfitt því að þetta er stundum svo mikið mystery porn sem ég kalla vistrænar myndir einhverja hörmungar þannig að það er stundum erfitt maður þarf stundum að horfa á The Good Fight eða Good Wife á milli svona listrætna mynda eitthvað gott í staðinn fyrir að vota. Gunnar, hvað er þú að? Já, svona milli jól og nýjárs, þá var ég mikið í Disney og Pixar með dóttur minni fór í gegnum katalóginn þar, lét hann að sýna mér allt séð ekki séð. Ýmislegt kom á óvart, Luca, ég veit ekki hvort það hefur séð hana, mjög skemmtileg svona gay allegory mynd, mörgu leyti. Svo
datt ég inn í núna daginn og mælt við með Exit, þessi norsku þættirnir. Þeir eru alveg svakalegir, ganga fram að manni á besta hátt og eru rosalega við leiknir bara á bara besta skandinavísku efni sem ég séð dálítinn tíma. Ég fór bara að hugsa sko, það var svo margir að minnast á það í kringum nýjasta MeToo-málið í síðustu viku. Var samsvörun? Já, það þetta byggt á einhverjum sögum sem þið segja að hafa fengið beint úr norsku viðskiptalífi. Þetta náttúrulega, þetta lægri upphæðir en við erum vön svo sem þessi normin ekki það ríkir með við okkar útrásarvík en skemmtileg einsýn. En svo datt ég líka í Dopesick sem eru þættir Oxycontin faraldurinn og ópíóða faraldurinn í Bandaríkjunum og hvernig hann var til fyrir tilstilli eiginlega eins manns og einnar fjölskyldu í Sackler fjölskyldunar. Og svo horfði ég líka á alla Beatles-seríuna á eftir hann Peter Jackson. Það var mikið meistaraverk hvernig hann notaði gervigreind til að breyta, hann gat dregið út samtöl sem að heyrast alla á bakvið og breyti myndinni þannig hún var skýrari og þetta svona meira eins og þessi tekið upp í dag. Þetta er mjög skrítið að sjá tískuna sérstaklega af því gæðin eru svo góð. En Heiða, hvað er þú búin að vera horfa jólunni? Já, ég tók ákvörðun það leið og ég væri búin með ritgerðir og próf sem ég var í desember að þú myndi ég byrja á einni seríu sem ég hef verið að bíða eftir mjög lengi að horfa á og ég er Star Trek aðdáandi en ég hef aldrei hort á Deep Space Nine og það í raun og veru, ég er búin að horfa á mínar uppáhalds hingað til hafa verið Next Generation og Voyager en ég átti alveg Deep Space Nine eftir þannig ég byrjaði í raun og veru í desember á Deep Space Nine. Ég er búin að horfa á nokkra seríur af Deep Space Nine. Ég elska Star Trek, alveg ógeðslega mikið. Síðan hef ég verið svolítið eins og Benni að því leyti til að ég hef verið að horfa á hluti sem eru mjög léttir vegna þess að það er gott mótvægi við heimspeki og Páll Skúlason sem var leiðbeinandi minn í master, hann notaði þetta líka sjálfur. Hann sagði að það væri ekkert sem kæmi í staðinn fyrir góðan reyfara, eins og hann sagði. Og þannig að svona glæpaseríur, sérstaklega skandinavískar, það er alveg ótrúlega mikið af þeim inn á Netflix til dæmis. Þannig að það er bara auðugan Garðar Gresja og ég til dæmis í gær þá er ég stundum bara svona að leita að einhverju sem er skemmtilegt sem er með einhverju svona glæpa ívafi og þá datt ég inn á einhverja finnska bíómynd sem ég var að horfa á í gær sem heitir Border hvað heitir hún aftur? Ekki Border Line? Er ekki bara Græns, bara Border? Border Town? Er það svona tröll Nei, bara, þetta er bara svona pjúra glæpasaga eitthvað sérfræðing sem hún er inn á Netflix og það er hægt að velja á Netflix hvort maður vilji fá dubbað á ensku eða hvort maður vilji fá upprunalegt tungumálið og mér finnst þetta rosalega gott að hafa annað ef það er á finnsku eða sænsku. Ég horfði á Brúin sem ég hafði aldrei hort á RÚV. Það eru 2 svoleiðis seríur inn á Netflix, ég horfði á þær báðar. Elska það ég skil vel að það hefur fengið þessa athygli á sínu tíma. Ég er svolítið þannig að ef eitthvað er of vinsælt að þá vill ég ekki horfa á það á meðan allir eru að horfa á það. Ég get eitthvað svona, þannig að til dæmis, ég er búin að horfa á Dopesick reyndar, sem mér fannst mjög áhugaverð, en ég er ekki búin að horfa á þessa Beatla-seríu, eða Beatla-þættina. Ég elska Beatlana og mér langar að horfa á þetta og örugglega mjög gott að sjá þetta í þessu ljósi, en mér finnst svona svolítið óþægilegt ef allir eru að horfa á eitthvað, að þá á ég er með svona smá uppreist gagnvart samfélaginu stundum. Ég ræði ekkert við þetta. Þannig að Deep Space Nine. Punkið í action. Já. En finnst ég bæði segja þetta því að ég mitt nota Deep Space Nine sem svona þæginda efni fyrir mig. Ég er búin að sjá seríuna 10 sinnum og ég horfi á hana aftur og aftur. Þetta er bara frábært stöf. Heyrðu, þá er kannski komið að því að fjalla svo bara Don't Look Up sem er einmitt ein mynd í viðbót sem er með þessara nýlegu myndar sem við höfum hort á. Er á Netflix ef einhver eftir að sjá hana. Fjallar samt
vísindamenn sem uppgötva loftstein sem stefnir á jörðina og maður hefur alveg þannig sé þessa bíómynd áður út af því að bara ef við tökum Armageddon en munurinn að í Don't Look Up ekki kallað á Bruce Willis til að bjarga heiminum. Það bara kallað á ríkan og vanhæfan forseta sem er strípleikur og ríka kallinn sem hérna svona, já, bara kannski blanda af þeim ríku köllum sem þekkir best úr svona listanum yfir topp 10 ríkustu kalla eins og hérna já, Leonardo DiCaprio hérna samt Jennifer Lawrence svona stærstu hlutverkin og þetta hefur svona kannski vakið kannski bara, já, bara eins og verbúðin er svona bara kallað fram rosalega mikið viðbrögð. Það svona þessar tvær verbúðin og Don't Look Up eru kannski serían sem menn eru mest að tala og hérna eitthvað það vinsældi sem hefur á Netflix og ég skoða kannski alltaf í Rotten Tomatoes þar sem hann gagnrýni safnað saman. Þar hún eitthvað svona mjög umdeild en síðan eru viðbrögðin til bæ rosalega sterk, maður sé það greinilega. Og hérna og já, ég ætla bara svona fyrst að byrja á Heiðu. Já, sko ég ætla bara að segja til að byrja með að ég hefði örugglega ekki fattað að horfa á þessa mynd nema því að ég á 20 ára strák sem lætur mig alltaf vita þegar það er eitthvað sem ég verð að sjá. Og hann kom bara til mín og sagði ég var að horfa á þessa mynd. Mamma, þú átt eftir að elska hana og þetta er svona mynd sem að þú átt eftir að þurfa að tengja ótrúlega mikið við heimspekilega og ég veit bara hvernig smekkurinn er. Þannig að þetta er alveg mínum Oliver að þakka að ég horfði á hana. Ég tók hana orðinu af því að þegar hann kemur og segir svona alvarlega þá veit ég bara að þetta er eitthvað sem ég þarf að kíkja á. Og ég sem sagt horfði á hana bara sem sagt svolítið kannski svona áður en allir fóru að horfa á hana því að hún hafði fengið eins og þú segir svona vonda dóma, þannig að fólk var eitthvað svona efins en ég náði að horfa á hana aftur í gær þannig ég er búin að horfa tvisvar og hérna það sem mér finnst merkilegt við þessa mynd er það sérstaklega þegar ég er búin að horfa á hana í annað skiptið að hún sko, hún byrjar rosalega hægt hún er rúmir 2 tímar og það er ekki fyrr en miðbik myndarinnar það sem að í raun og veru allt breytist vegna þess að þar fer að koma ofsalega mikið í ljós það er svona í miðjunni þar sem að Leonardo DiCaprio karakterinn, aðalkarakterinn hann fríkar svolítið út og segir það á enginn eftir að heyra það sem ég er að segja og þetta er mjög heimspekilegt að því leyti til þetta er gert sem einhvers konar gamanmynd en þetta er ekki gamanmynd en hún er kannski í dulbúningi gamanmyndar framan af og svo verður alltaf skýrara og skýrara hvað þetta er mikil ádeila á heiminn á okkur sem að viljum fara í hvað sem er nema að horfa á það sem er í raun og veru að gerast í heiminum og þetta ánáttúrulega bæði við ákveðin hóp sem að kallast sko trumpistar eða anti-vaxxers sem að neita að horfast í augu við það sem er að gerast núna í okkar heimsfaraldri og líka bara sko umhverfis það er að taka þessa sko hugmynd og yfirfæra hana á sko í raun og veru global warming og bara það hvernig fólk neitar að horfast í augu við eitthvað og vill miklu frekar taka alla þessa afþreyingar menningu og þetta er í gegnum gangandi yfir allt byrjar sem svona meira fyndið og svona svolítið stoner brandarar sko en það er þetta kannski komið úr Saturday Night Live og þessum sketsa hlutum en svo verður hún bara svona alvarlegri og alvarlegri og þegar ég horfði á hún í fyrsta skipti ég fann bara hvernig það svona þyrmdi yfir mig að þetta væri alvöru samfélagsgagnrýni og ég þoldi til dæmis ekki hvað fólk var að afskrifa hana, það voru mjög margir sem gáfust upp, horfðu bara á byrjunina og bara, já, þetta er ekkert eitthvað sem ég nenni að horfa á, en það er akkurat það sem að þessi mynd af því það er ekki nema eftir helminginn, það sem að hann segir í raun og veru, ég tók sérstaklega eftir því í gær, þá enginn eftir að heyra þetta, og það er einmitt kannski komin á staði, þetta er komið inn í myndina, þar sem það eru mjög margir búnir að slökkva, af því að hún er með hæga framvindu. Þetta er í raun og veru
það er mikil heimspeki þarna en hún er dulbúin í einhverjum svona entertainment business sem er bara í raun og veru, þetta er svona meta, það sem að verið er að vísa í myndin sjálfi er í raun og veru eins og heimurinn okkar er líka, sko. Það er það sem ég langaði til að segja. Og talandi komedi eða drama, hérna, Adam McKay, leikstjórinn, hann er í rauninni kannski ferðast úr því að gera hreinar og klárar komedíur og síðan síðustu 3 myndir eru orðar satírur með svona meiningum og endur einmitt hérna á þessari sem er í rauninni satíra loftslagsbreytingar túlka þetta flestir kannski og hérna fyrst við erum með Benedikt á línunni sem er náttúrulega kannski fyrsta myndin er aðalega komedía hjá Jaws og svo kemur hérna Konan fyrir stríð sem er dálítið loftslagsbreytingar einmitt. Benedikt, hvernig fannst þér bara svona satíran ganga upp hana? Já, ég var mjög hrifinn af þessari mynd. Fannst hún vera góð fyrir sinn hatt og hún er auðvitað einmitt satíra revía, getur maður sagt stundum, þú veist, það verið að leika fréttir, fyrir mér var þetta verið að leika, í rauninni var þetta svona kristall samþjöppuð mynd á sögunni umræðan loftslagsbreytingarnar. Í svona íslensku samhengi getum við sett Guðna Elísson í þetta hlutverk, Cabreo, með sitt projekt. Hér, þar sem hann var beinlínis að búa til plattform milli vísindamanna og listamanna að segja þessa stóru sögu. Og þetta er búið að vera lengi á leiðinni. Ég held að Kona fyrir stríð sé hugmyndin þar 2014 er einmitt Heimsbanki, þá er ég staddur í Hollywood og koma fulltrúar frá Heimsbankanum inn á okkar námskeið og byrja að segja okkur listamönnum hvað sögu við að segja. Heimsbanki hafi komist að því að loftslagsbreytingarnar væru stærsta ógn mannkynið og myndu valda mestri fátækt og þau sögðu þið sem eru svona sögumenn þessa tíma og þið verðið að skoða þetta mál og þau sögðu mainstream Hollywood hefur haft áhrif á gildismat og þeir bentu á tóbakið, þeir bentu á afstöðuna til samkynhneigðar og svo framvegis og þeir voru meira nánast með áskorunum einhvers konar propaganda, skilur nánast. Og þetta voru virðulegir embættismenn frá Heimsbankanum, þeim var ekkert vel tekið að það, voru fólk frá allstæðar frá heiminum, meðan frá Gríklandi og menn við sjálfur Heimsbankin hefur nokkuð track record. En ég tók þetta alvarlega og fór að kynna með þessi mál, úr Kona fyrir stríð. En þetta sem sagt, er satíra að því leyti, en hún er samt í línu við Hollywood sem Hollywood hefur náttúrulega verið að fjalla þessa hluti óbeint í formi dystopíu. Og dystopían er alltaf, þú veist, dagurinn eftir og allt þetta er anskotar. Svo í dystopíunu erum við komið miklu lengra tæknilega en kærleikurinn er horfinn eða mannfélagið er orðið kalt eða það er ekki einu sem þetta að segja steinaldastíðin. Steinöldin var mjög kærleiksríkur tími fyrir manneskjurnar. En þannig að mannúðin er horfinn en tæknin það er svona dystopían. En þannig að þetta er alveg inn í dystopían. Mér finnst þetta ríma við Lars von Trier myndina þarna Melankólia sem endar einmitt á stóru tungli til jarðar og ég ræddi þetta við dóttur mína sem var mjög merkilegt, hún er 13 ára og hún sagði, pabbi þetta er ekkert sorglegt, af hverju er þetta ekkert sorglegt? Hvað er að syrgja? Hverju mun finnast þetta sorglegt? Þú veist, er sorgin ekki einhver tilfinning hérna lifandi þegar allt er horfið og enginn er til að syrgja, er þetta þá sorglegt? Og þannig að þessi mynd virkaði algjörlega fyrir mig og ég datt aldrei í huga að hún væri leiðileg. Ég er náttúrulega miðaldra og elska hæga framvindu þannig að það en já, ég er mjög hrifinn af þessari mynd og ánægður að hún skuli ná svona mikil athygli. Já, einmitt það er ræða við einhvern einmitt melankólíu í þessu samhengi og melankólíu er í rauninni bara sama mynd nema allir verða þunglyndnir eftir hana. Og langar ekki til að berga heiminum. En þetta komst inn á fjölmiðlavinkilinn, þá kannski langar að spyrja Gunnar og það er náttúrulega lykilþáttur í myndinni er í rauninni viðbrögðin þegar þau fara í þetta viðtal og hvernig það þróast allt saman. Og það er augljóslega náttúrulega bara verið að þannig að það er ekki bara verið að tala um loftslagsbreytingar það er bara ekki síður hvernig fjölmiðlar matriða fréttir og þú ert náttúrulega í þínu starfi að fylgjast með náttúrulega þessum erlendu miðlum og miðlum mín heima.
hvernig kom þetta við þig? Já, þetta var eiginlega frekar svona blanda af hryllingsmynd og grínmynd fyrir mig því að ég horfði á hana með vinkona minn og barsmóður og því ég þekkti margra ára og við horfðum á hvert annað ítrekað þegar við vorum að horfa á myndina þannig að þetta eiginlega bara svartur húmor, þetta ekki fyndið því þetta svo raunverulegt þetta eiginlega bara gæti mjög auðvitað gerst bara í dag eða eftir örfá ár og það sem að sér einhvern veginn, þú veist, menn eru búin að missa algjörlega perspektíf á raunveruleikan og það eru talið tveir menn sem segja öfuga hluti talið vera fair and balanced sko, þó að annar segja ljúga og hinn sé að segja satt þá verða báðar röddir að fá að heyrast og þetta kom inn á rosa marga slíka hluti að kannski var þetta ekki mjög þægileg mynd til að horfa á ég naut þess ekki beint að horfa á myndina og húmorinn var stundum pínu flatur og hún langdregin vissulega en þegar allt búið á sagt þá stendur maður upp og maður getur ekki annað en bara langa að klappa fyrir leikstjóranum því að þetta svo listalega vel gert hvernig hann vefur saman satíruna við þessa kalda bláa raunveruleika sem við stöndum frammi fyrir og hvernig maður sér einhvern veginn frá upphafi hvert stefnir þú veist, og það ekkert hægt að gera það þetta getuleysi til þess að hafa áhrif sem ein manneskja á heilan leikvang fullan af fólki sem horfir upp í himininn og svo þeim sagt að horfa niður og þegar þaðan kemur titillinn alltaf, don't look up það blasir við ógnin en við ætlum að horfa fram hjá henni því að það hentar okkur ekki það þú veist, minnir mig rosalega mörg bréf sem að maður hefur fengið sem fréttamaður í gegnum tíðina frá fólki sem að vill ekki heyra fréttirna sem maður að segja og vill að maður þegi yfir þeim bara því að það óþægilegt að heyra þetta og já, það byrni talað Leonardo DiCaprio var að leika Gunn Elíssona það hefur verið alltaf mikið fjallaði sko meðsmyndi karaktera og bara tengt beint við það beint við einstaka fjölmunum já, þannig að ég ætla kannski bara að fara í gegnum leikarlistan og hverja hugsuðu bara ef við tökum bara já, bara byrjum bara á Gunnar og Heiða hvað var Leonardo DiCaprio fyrir ykkur og Jennifer Lawrence, kannski við tökum bara svona 2-2-1 kannski. Hvað sér á ég að byrja? Já, bara hvað hugsaði þú DiCaprio og Lawrence? Ég veit ekki, DiCaprio kannski svona heldur nördalegri útgáfa af Neil deGrasse Tyson en eða Bill Nye kannski frekar, the science guy en ég bara mundi allt í eftir því þú varst að tala að ég var ekki ennþá búin að minnast á tenginguna náttúrulega við mynd sem ég horfði á í gær með Dr. Strangelove það önnur mynd sem að einmitt gerir þetta vefur saman húmor saman við kaldan raunveruleika og endar svo þannig að manni líður illa á því hún var svo raunsæ en Jennifer Lawrence sem leik fréttakonuna það þá væntanlega vísun í röð af fréttakonum Megyn Kelly til dæmis af Fox News sem að hafa blandað sér í deilumál í pólitík Við kallum Kate Blanchett. Já, Kate Blanchett. Jú, Kate Blanchett, já. Já, en Heiðar, myndu það ykkur eða? Ég dálítið vond að muna öll nöfn, þannig að ég ætla frekar að segja hvað mér fannst í raun og veru vera mjög mikill áhrifavaldur hjá honum Leonardo DiCaprio, þessi karakter, hann myndi mig ótrúlega mikið á sko aðalgaurinn einn af þessum sko vísindamönnum sem við fylgjumst mest með af svona nördunum í Big Bang Theory, að þið hafið hort á það. Mér fannst sko lúkið á honum vera ótrúlega mikið eins og sá gaur sem svona þetta náttúrulega bara þetta einhver leið til þess að nálgast svona stereotypu af einhverjum sem að svolítið nörd og þessi mynd gengur ótrúlega mikið út á það einmitt að það má segja að það sé svona Revenge of the Nerds enn og aftur, þetta góða minni þar sem að sko glans sko fólki sem að sko frægt og sætt og ríkt og í fjölmiðlum að það hefur rétt fyrir sér en nördarnir hafa samt í alvörunni rétt fyrir sér þannig að ég veit nú ekki hver sko raunverulega sko manneskja sem til í alvörunni, hann að taka sér til fyrirmyndar en ef þið hafið hort á Big Bang Theory og skoði bara þið viti hvernig ég að tala ef þið hafið hort á það lúkkið hans alveg þannig
og það svona svolítið þessi stereotýpa fyrir klára yndislega gaurinn og sem dæmi það hvað ég sko ofta á skjön við það hvað venjulegu fólki, ef það til eitthvað sem heitir venjulegt fólk, hvað því finnst, þá sko ég las þetta einhver svona komment á IMDb eða Rotten Tomatoes eitthvað sem að fólk var að segja sko Leonardo DiCaprio væri, þú veist, rauður í framan, reiður og ljótur og það væri nú kannski líklegt til þess að hann fengi Óskarsverðlaun. En mér finnst Leonardo DiCaprio aldrei hafa verið sætari. Sko, mér finnst hann yfirleitt ekki sætur vegna þess að hann of sætur. Og ég bara svona nörd, þó að ég sé líka listamaður og, þú veist, og syngi á sviði og sé ekki hrædd við það, sko. Og þá ég nörd í hjarta mínu, þú veist, Star Trek nörd, sko. Þannig að ég held að hann sé í raun og veru að höfða ótrúlega mikið til þess hóps og taki þá væntanlega þessar stereotypur. Ég ekki svara betur þetta. Ég hugsaði með DiCaprio að hann var rauninni sko að leika sjálfa sig að breyta sig sjálfa sig, þannig að hann byrja sem svona algjörnörd og svo svona þegar hann fer að komast í sjónvarp og fer að komast í smink og fer að fá sjálfstraustið að þá allt í henni svona komin svona minnst þetta halvarlega að vera sko bara Leonardo DiCaprio superstjarna sko og fer kannski pína líka haga sér eins og sú típa sko. Þetta svona pínu bara Pygmalion þennan leikar einhvern veginn og svona þá. En hann sem leikari eða svona valdamaður í Hollywood búinn að vera lengi að beita sér einmitt fyrir loftslagsmálum og stóð fyrir eitthvað kampæn með Al Gore. En var þetta ekki bara prótestum? Þessi típa þau eru bara tákn fyrir sko vísindasamfélagið og fullt af vísindamönnum sem hafa verið að banka hjá valdinu bara í marga áratugi. Það svo skemmtilegt að þessi hugmyndum að þessi loftsteinn koma til okkar eða þessi aðstæðandi sem í loftslaginu, það að segja að loftslag kannski að hitna út af prumpinu frá okkur. Þú veist, hugsa ykkur Lyndon B. Johnson, forseti Bandaríkjanna heldur kveðjuræðu sína þegar hann hættir og varar við þessu og talar og þessi stórkostlega tilraun sem við erum að gera hér sem iðnaðarsamfélag og mannfélag að blása öllu þessu kolefni í loftslagi og við vitum ekki hvað afleiðingar það hefur og þetta eitt af stóru verkefnum framtíðarinnar. Þarna establishmentin og bara bandaríski vísindamenn með þetta á hreinu. Og það sem gerist og þessi mjög dokumenterað og hefur komið fram að það bara tekin meðvituð ákvörðun eins og í þessari mynd að rugla umræðina. Bara illur og meintur brotar vilji það sem farið í vísindamennina og þeir dangreitaðir og skærulega til samherja, þú veist, hugmyndin. Og þetta bara meðvituð ákvörðun sem tekin og þetta mynd snertir þá, þessa aðferðafræði. Og þetta náttúrulega svo skemmtilegt narratífina, hvernig allt narratífin í pólitík. Við erum listamenn, byggingagerðarmenn, fjölmiðlamenn, heimspekingar, sögumenn. Allt snýst þetta sama, við erum alltaf að segja söguna hvaðan við komum og hvar erum við stödd. Til þess að einhver getur sagt, já, hingað á að stefna. Þetta slagur söguna. En ég veit sammála því að Leonardo og Brad Pitt, þessir leikarar eru alltaf sætir leikarar. Það ljóður og þeirra ráða hefur alltaf verið og þeir koma rauninni mjög skrítilega svona, þeir eru kastaðir eins og sjónvarstjörnur sko. Það var mjög skýr gamla daga fyrir nokkrum árum sem kvikmyndastjarna var maður sem var með stórt andlit og viðkunnalegur því leyti hann var svona hæfilega ljótur eins og Tom Cruise. Svona venjulegur, skrítinn pínlítið, ég geti haldið áfram. En sko, Caprio hann svo sætur strákur sko og bara að þeir manni fannst þeir valla að ná máli sem kvikmyndastjörnur lengi vel. Svo hafa þeir elst, þá verða menn svolítið fallegri, finnst mér. Og það verður að segja að Caprio hefur elst vel, hann hefur vaxið upp úr þessari sykursætu stráka búttu andlitinu og orðin aðeins svona meiri pondus í honum. En talaðu með skeljadeildina, við erum náttúrulega með þessa tvo fjölmiðlamenn sem sjónvarpsmenn, Kate Blanchett og hvað hann, Tyler Perry leika og svo ertu með forsetan sem er Meryl Streep og Jonah Hill sem leikur hennar helsta aðstoðarmann og sonennar og náttúrulega þennan skrítna vísindamann sem einhvern veginn
það bæði rosalega sjarmerandi en líka alls ekki á einhvern skrítinn hátt. Hverja voruð að tengja við þar? Svona með, við byrjum á Gunnari. Já, mér langaði bara að segja, eftir ég sá myndina, sko, ég tengdi náttúrulega þennan vísindamann dálítið við Bezos og þessar geimferðir sem eru í gangi, Elon Musk og þá. En mér finnst eiginlega áhugaverðast það sem ég upplifa eftir að ég sá myndina var, ég fór á YouTube og var náttúrulega búin að vera að googla myndina og þá fær maður svona suggestions frá YouTube. YouTube vildi endilega að ég sæi viðtal við, ég held, já, það var við Kate Blanchett, held ég, eða við Jennifer Lawrence, hvað hún hafi verið starstruck þegar hún hitti Rihanna í fyrsta sinn á settinu. Sem einmitt, sko, það sem að myndin að gera grína, að Rihanna svona, larger than life persóna sem eiginlega leikur sjálf á sig. Og við erum í raunveruleikunum að sjá viðtöl, sko, við leikarana þar sem þeir eru að lýsa því hvað hefur verið stórkostlegt að vera í sama herbergi og hún. Maður bara, já, mér finnst bara, ég féllist hendur bara því ég sá þetta YouTube myndband, en það er náttúrulega, þú veist, forsetinn er dálítið trumpiskur og með því að raða sérstaklega ættingjum í kringum sig í Hvíta-húsinu. Það er svona kannski beinasta og þessir allir sem eru tilnefndir í einhver mikilvæg störf hafa lagt fram pening í framboðið. Það hefur náttúrulega verið viðvarandi í bandarískri pólitík áratugum saman. Það er ekki metborða stigið þar, heldur bara borga með þessu upp, eins og þessi frægi sendiherra sem kom hingað til Íslands á þess að vita neitt og ætla að bera byssu, ég veit ekki hvað. En fjölmiðlamennir, kolleganir, eitthvað svona sem að... Kollegamennir, já, þetta er náttúrulega bara allir morgunþættir og allir svona spjallþættirnir í bandarískum network television, þar sem að þeir eru að keppast ekki við að segja fréttirnar, heldur við að halda athygli áhorfenda með að láta þá tvíta inn hvað finnst þér fréttirnar. Ég man sérstaklega fyrir svona 10 árum þá prófið þessi áfram með format þar sem að þeir gáðu okkur inngang 3 frétta, svo áttum að kjósa eina frétt með að hringja ákveðið númer á CNN og svo frétt birtist. Hvað með hinar fréttina? Stundum var það, þú veist, þurrkur í Sómalíu, Rihanna að gifta sig eða jarðskjálfti í Bólivíu. Og þú veist, fólk kýs Rihanna að gifta sig og það bara byrja hvað með fólki í Bólivíu, við hefum ekkert að heyra bara því að fólki kaus eitthvað annað. Minni kollegar sem fréttamenn hafa oft verið á betri slóðum en þeir eru í dag. Og þetta er náttúrulega bara bókstaflega ef þetta system hefði verið þá náttúrulega hefði lofstendin verið bara kosin í burtu og aldrei komið í fréttinar, hann svona náði einhverjum sínum 15 sekundum sko í lokin. En Heiðar, hvað sást þú út úr þessu? Ég? Já. Ég er alltaf að svara einhvern veginn öðruvísi heldur en þið og þarna, mér finnst það allt í lagi. Ég er kannski meira með svona listtengingarnar alltaf í þessu. Við vitum öll að, þú veist, það er fullt af fólki sem er, þú veist, Elon Musk og Bill Gates og allir þessir í vísindamanninum, sko, sem að búa til karakterinn. En mér var svo skemmtilegt að horfa á lúkið á hann og hvernig hann er, sko, hvernig segir maður á íslensku, svona soft spoken, hann talar með svona rödd sem er í raun og veru svona ekkert of hávær. Og ég tók alveg ofsalega gott tímabil á síðasta árið þar sem ég rannsakaði mjög mikið Andy Warhol sem er einn af mínum uppáhaldslistamönnum fyrir það að vera svona bæði heimspekingur og líka bara svona breyta karakternum sínum svolítið. Ég las rosa stóra bók sem kom út í fyrir að hitti fyrir það og mér fannst sko hann vera svo mikið Andy Warhol. Það sem að í raun og veru hann reynir sko einhvern veginn að spila sér svolítið niður þannig að fólk viti ekki alveg hvar hann hafi í raun og veru þennan þessa leið til þess að koma á óvart að því maður sér í raun og veru í bíómyndinni þegar áþarf að halda þá er hann grimmur þessi vísindamaður og hann sýnir tennurnar og þú veist og segir í raun og veru lætur sko ég er bara með ensku veist maður puts people in their place sko lætur fólku vita hversu mikil völd hann hefur en þess á milli og þá er hann bara í ímyndinni og talar með svona og vill ekki fólk horfi á sig með einhverjum ákveðnum. Mér fannst þetta ógeðslega góða punktur og ég bara gat ekki annað, það bara líka bara hvernig hann lítur út. Ég hugsaði bara Andy Warhol
og það þetta bara það sem að sko vísindamenn dagsins í dag, sérstaklega í þessum tölvugeira eða í þessari ótrúlegu tækni, örum tækni framförum sem búnir að vera eiga sér stað, þá þeir eiginlega orðnir skrýtnustu listamennir vegna þess að þeir í einhverjum slóðum sem að ekki allir hafa aðgangað og bara það þetta tilfinningasíminn sem að hann búinn að búa til hérna, þetta alveg geðveikislega skrítin pæling og hún svo, einhvern veginn svo rosalega nálægt okkur vegna þess að eins og við vitum þá Facebook að breytast í eitthvað sem heitir meta, bara as we speak og þú veist, það sem verið að reyna að taka hérna upplifun okkar af einhverjum snjalltækjum og þú veist, og svona hugbúnaði í því hvernig við lifum og gera það að einhverju sem að tengist okkar tilfinningum meira, þetta náttúrulega bara, þetta weird og þetta bara miklu, þetta skrýtnustu listamennir, ef svo má segja. Þetta svona, og eins og þú veist, Gunnar búinn að tala þessa fjölmiðla, þetta náttúrulega bara, hann þarf ekkert að bæta menninu við það, þetta bara allir þættir, bara einhver að bæta þar við. Og Benedikt, já, ég minna þetta með hérna þennan vísindamann sem svona maður með heilkenni eða svona gæi sem tekur svona lágan status í rýminu en svo skyndilega getur hann högg og stórhættulegur en þetta vísar reyndar í þetta sem ég finnst mjög gott sko, hina tæknibyltinguna sem náttúrulega líka lofstitt sem á leiðinni til okkar og það þau samfélagsmiðlarnir og það upplýsingar sem þær að safna og þessi hæfileikinn sem búið til prófíl á fólki og greina fólk og targeter og allt þetta sem við höfum upplifað sem þessa samfélagsfræðilegu byltingu og ég veit bara núna að þú veist þetta svo það eitthvað það kallaði kvanttölva kvantum, við veitum svona að segja það ofurtölva núna að vera að dæla peningum bæði í Evrópu, sérstaklega í Evrópu að búið til svona tölva því að kýmirarnir komnir svo langt með svona tölvu menn svo hrættir við kýmirar þessi tölva, þú veist, allar tölvur sko eitthvað eða ekkert slökkt kveikt, 0-1 meðan þessi tölva, sko, þú tekur einn og bara hallar gráður, sko það allar gráðurnar í hringnum variasjón og 1 og allar gráðurnar eru líka, þannig að þetta ofurtölva sem gerir eitthvað á 20 mínútum sem tækir öflugustu tölvur í dag að gera á 30.000 klukkutímum og þegar kýmirarnir eru með allar upplýsingarnir okkur, sko, í gegnum TikTok til að hafa próf nýja og vita allt það og með þessari tölvu skilur þá hafa þeir okkur þá eiga þeir okkur þetta sko þetta annar lofsteit manneskjuskap lofsteit þetta scary, bara ég vil segja það bara mér finnst þetta eiginlega vera eina af þessum ógnum af því að framtíðin alveg að koma sko, við erum komin á einhvern stað sem við vitum í raun og veru ekki sem bara svona leikmenn hvar þessi tækni endar og mér finnst þetta mjög ókveikjandi. Þetta annar loftsteinn, alveg eins og Benni var að segja. Akkurat. Og með þetta þessi hug með hérna skerlega þetta samherja að kannski það sem skeri að hún eiginlega allir í myndinu að þeir þurfa hann ekki. Blaðamennir bara þannig, forsetinn þannig að þú veist hver þarf skerlega þetta. Og hérna kannski bara varandi tilfinningapróf hérna merking eftir Fríði Ísberg þar komið sko samkenndarpróf sem rauninni þarf til þess að búa í góðu hverfum og það og en þessi tækni með tilfinningasíman hverju myndi hún breyta? Hérna bara svona einhver hvernig myndi svona app þróast? Ég bara pínu forriðin að heyra, við byrjum bara Gunnar, hvað myndi gerast ef að allir væru bókstaflega með tilfinningasíma sem að myndi mæla hversu glaðir eða brjálæðir eða hamingju sem við væri? Þetta náttúrulega samlíking fyrir þessa söfnun sem þið gera nú þegar á því hvað okkur líkar og þið geta mælt út með ótrúlega nákvæmni, kynhneigð, aldur, hvar þú ert og bara bara frá því hvað þú smellir á sko og öll detail þitt einkalíf. Þannig að þetta bara framlenging af því og raun og veru verið að spyrja okkur hvað finnst okkur það sem nú þegar komið af því að þetta ekki einhver framtíðar pæling heldur þetta í raun og veru bara íkt útgáfa af því sem við búum við nú þegar og Benedikt var að tala að bara stórkostlegt slys í uppsiglingu þegar allar þessar upplýsingar
eru orðnar miðlægar og tölvurnar eru orðnar og öflugar til þess að virkilega greina þær með öllum þeim vinklum sem hægt að nota. Við sáum að gervigreind fer mikið fram, ég voru að tala hana í bítlamyndinni áðan, þú veist, gervigreind getur satsað út setningar í bara bakgrunninum sem enginn heyrir og fundið þær. Sama hátt vitum við ekkert hvað kemur í ljós ef við tökum allar upplýsingar sem við finnum okkur og setjum þær í gegnum öflugasta gagnagrunn sem að verið í að þjálfa núna. Þannig að ég held að þetta sé ekki svo mikil framtíð að spá bókstaflega, heldur meira að vera að biðja okkur að bregðast við það sem að Benedikt var að tala Bara minnist á með bítlamyndina að það var ein umdeildasta heimildamynd síðasta árs sem ég sá ekki og kannski pína prinsipástæðum var myndum kokkinn Anthony Bourdain og í sjálfu sér örugglega saklaus heimildamynd af flestu leyti nema að þeir tóku eitthvað sem hann hafði skrifað og létu gervigreindina herma bókstaf eftir röddina hans. Það var ekki leikari heldur var bara þú veist í rauninni gervigreindin að þykjast vera hann og þá hvað erum við langt frá því að bara gera heimildamynd eitthvað það sem að hann kemur hvergi við sögu og gerir allt aðra hluti bara í rauninni bara heimildamynd sem algjör fiksjón nema nafngreinda menn sem að þar lendi virkar eins og heimildamynd og það alls ekki. Það verið að nota núna andlit og raddir með gervigreind tónlistarmanna til að endurgera það á tónlistarhátíðum eins og Tupac kom fram einhvern tíma fyrir nokkrum árum löngu dáinn og það var einhver hologram þannig að þú veist má þetta bara ef fjölskyldan gefur leyfi fyrir því mér finnst þetta aldrei hæpið Já það búið að ráða James Dean í einhverja svona og það sem gerðist var í rauninni að einhvern tímapunkti voru bara allir, þetta var svona vilt af vestri að allir voru að nota myndir af, þú veist, látnu fólki síðan fóru svona að spretta upp agencies fyrir látið fólk í Bandaríkjunum þannig að þeir eru bara samt í fjölskylduna við sjáum þetta, við rukkum alla sem að er að nota þetta í óleyfi og fara svo bara brand og þannig að þú veist bara alltaf þegar maður fer á einhvern James Dean bar einhvers staðar í einhverju nostalgíukasti þá er maður alveg þú veist að fæða einhverja dómstafsvél í rauninni. Ég vola heppinn og glaður að vera ekki leikari lengur því að leikarastéttin eru bara dauð þetta verður allt bara endur unnið efni blandast saman kannski Al Pacino og Robert De Niro Al De Niro eitthvað og þú veist og tekur flottustu stelpurnar og strákana og bara þú veist og þannig verður þetta búið til og svo verður þetta mjög mikið spennandi að sjá orginal mynd leikin með lifandi leikurum þetta verður eitthvað alveg sérstakt en varðandi þetta sem þetta með efni þessa myndar og rauninni kannski undirliggjandi kannski heimspekilegur og sögulegur vinkill á mannkynið að mannkynið voðalega sniðugt það þessi prímati sem finnur upp alls konar hluti og mjög góður að herma eftir líka því sem fá góðar hugmyndir og herma eftir þeim og þannig hefur svona þekkingin og tæknin bæst í þetta allt saman og en aftur og aftur gerist það að við finnum upp eitthvað sem okkur finnst vera frábært og það snýst gegn okkur og eru stórhættulegt og þetta alveg þema auðvitað, við getum sagt brunnin bara, eldurinn, iðnvæðingin núna komið í andlitið á okkur með hlýnunni og samfélagsmiðlarnir sem voru svo frábærir og áttu að bjarga heiminum og samin okkur þú veist, það núna orðið eitthvað þrælaband og þetta eins og það tengist bara eldinum þú veist í grískri goðafræði það Prómeþeifur sem reyndar Títan sem svíkur Seif og gefur mannkyninu eldin það byrði að mannkynið að deyja út af því að Seifur var hann svo pist á því og mannkynið bjargar sér þökk sér þessari nýju uppfinningu og Seifur svo reiður við Prómeþeifus að hann hlekkjar hann með stein og hann getur ekki drepið hana því hann eilífur en hann sendir örn hverjum degi til að geta úr honum lifrina þannig og svo græðir þetta allt aftur og aftur gerist þetta og nú skiljum við af hverju Seif var svo reiður en núna við föttum þetta var eiginlega eldurinn er vandamálið en brunnin er vandi okkar og
svona getum við, haldið áfram í gegnum alla okkar byltingar, mér að segja bara prentlistin, stórkostlega hættulegt. Það í þöggs í prentlistinni sem Norna-ofsóknirnar hefjast. Norna-hamarinn bara önnur eða þriðja bók sem prentuð og býr til Norna-ofsóknirnar og þannig að heimur versnandi fer og tæknin hættuleg, þetta ekki alveg. Og það gerist náttúrulega með Facebook og samfélagsmiðlarnir voru vola fallegt í byrjun þegar þeir í arabíska vorið einhvern veginn kemur og hrunið, mótmannir í hruninu voru alltaf að byrja á Facebook og svo einhvern veginn ákalla á alla, en það það síðast sem þetta í dag einhvern veginn. Já, ég meina Stalin, ég held að ég sagði síminn stór hættulegur, þú getur, þetta var reyndar case, en að rússnesku case, síminn stór hættulegur, þú getur bara skipulagt byltingu fyrir hádegi. Og framkvæmt hann eftir hádegi, þannig lítur menn á símann þannig upp á aldarinnar, og þetta alltaf samfélagsmiðlarnir eru líka og hafa verið. En Heiða, ég veit að þú sjáir eitthvað annað út úr þessu, það ástæði fyrir að við fáum þrjá að það sé ekki aldrei að segja sama. Hvað segirðu? Fyrirgefðu, nú... Ég vona að þú sjáir eitthvað annað út úr þessu, það ástæði fyrir að við fáum þrjá að það sé ekki aldrei að segja sama. Býtu, hvað núna spurningin? Já, spurningin sem var tilfinningasímil, hverju á hann eftir að koma til leiðar ef hann kemur. Já. Það í raun og veru algjörlega hægt að sjá tækni sem að vinnur með okkur og sem vinnur gegn okkur, og þetta snýst í raun og veru ekki, þetta snýst aldrei tæknina, heldur það sem að fólkið að gera við tæknina. Og þannig að í raun og veru það skiptir ekki máli hvar við erum stödd í okkar tækniframförum, nákvæmlega með það síman eða þú veist, já, það í raun og veru hvað gerum við þessa tækni. Og það sem að heimspekingurinn í mér fer alltaf að hugsa það í raun og veru hvað það grunn á að manneskjan sem eind í þessum stóra heimi og bara sem einstaklingur eða sem eitt unity fer alltaf að reyna að líta á allar tækniframfarir sem leið til annarkvort komast auðveldlega frá einhverju eða til að geta skipulagt eða til að finna einhvers konar loophole til þess að svindla. Þannig að grunnurinn okkar að öllum svona viðhorfum okkar til allra tækniframfara, þó að heimurinn sé kannski í grunninn góður, þá eru alltaf þessir einstaklingar sem eru gráðugir, sem ætla sér alltaf að reyna að nota tækni, og það hefur einhvern veginn alltaf gerst. Eina af þessum litlu tækniframförum sem að sumir þekkja og aðrir ekki, og sumir vita alls ekki hvernig virkar, ég ein af þeim sem vita ekki hvernig það virkar, bitcoins. Það sem að fólk hefur einhvern veginn verið að reyna að finna leiðir til þess að búa til pening úr engu með því að fara ég veit ekki eins og hvernig það virkar, vera með fullt af einhverjum símum og tölvum og láta það búa til peninga með því að fara í, hvað heitir þetta, mining, að búa til, ég veit ekki hvernig það virkar, en sumir vita hvernig þetta virkar. Og auðvitað eru, í grunninn eru flestir í heiminum, maður verður bara að trúa því, því að maður trúir því ekki, þá verður maður alveg klikkaður. En flest okkar eru, ekki vont fólk og ætla sér ekki að, græða á kostnað annarra. Þannig að þetta snýst alltaf það, að þú ert í raun og veru að, ef þú græðir eitthvað óeðlilega mikið, þá einhver annar sem að tapar, sem því nemur. Og tækni í raun og veru, hún hefur verið gagnrýnd af mjög mörgum heimspekingum, og í gegnum tíðina þá hefur fólk alltaf hrætt við það sem maður veit ekki alveg nákvæmlega hvernig virkar, en upplýsingasöfnunin sem eiga sér stað bara á síðustu 10 árum, ef við skulum segja, hún eitthvað sem við erum bara ekki búin að ná utanum. Þannig að það má kannski segja það að þetta svolítið villt að vestrið akkurat núna ennþá, og kannski bara leiðin, alveg eins og einhvern tímann voru ekki til fangelsi og svo búið til fangelsi vegna þess að það var bara eiginlega eina leiðin til þess að stoppa einhver einstaklinga af. Það kannski bara framtíðin núna komin á þennan stað. Við erum stödd í einu skrefi inn í framtíðina, ennþá, það ennþá einhvern veginn villt að vestrið, en við þurfum að finna leiðir til þess að búa til
einhvers konar umhverfi þar sem að gráðuga fólki sem að verður alltaf til staðar. Þetta bara einhver brjáluð hræðsla við það að vera ekki öruggur sem býr til einhverja græðgi. Þú verður bara einhvern veginn að safna auði og þú verður að safna völdum til þess að hafa eitthvað á móti hinum ef að þeir ráðast á þig. Ég meina það einhver grunnhugmynd í manninum sem að brýst út á þennan hátt. Og við erum bara ekkert öll þar. Ég ekki gráðug, ég ekki hrædd. En þú veist, það því miður ekki alltaf þannig og þá verðum við kannski bara búa til einhvers konar reglugerðir. Við erum alls ekki komin á þennan stað. Þannig að tilfinningasíminn, eins og þeir voru búin að segja, Gunnar og Benni, hann þarna til, þó hann sé ekki nákvæmlega eins og í myndinni, en það vildavestrið og það þarf kannski bara, þetta að vekja mig mjög mikið til umhugsunar, í raun og veru, hvað hægt að gera til að grípa inn í. Ég hef engin svör, en mér finnst mjög mikilvægt að fólk velti þessum spurningum fyrir sér. Talandi regluverkið og það gróðasjónarmið sem ekki á þar góðar uppbyggingar. Ég heyrði eitthvað Facebook að þegar þeir voru gagnrýndir hvað mest, þá hafi stofnað einhverja svona litla deild innan húss sem átti að þetta var siðbúta deild í rauninni, hvað sem hún hét nákvæmlega og hún átti að koma til hvernig Facebook myndi virka þannig að hún myndi gera líf notendurna betra og þú veist eyða öllum þessum áhrifum sem væru slæm fyrir notendur og samfélagið. Og vandinn var bara að menn eftir komið hellinga góðan tillögum og ef það fara eftir þá varum við bara öll yfir okkur hamingjusum út af hvað Facebook að breyta líf okkar en bara nánast allt sem hún kom með bara var skotið niður af miklu áhrifameiri deildum í fyrirtækinu sem voru bara nei, bara þetta eyðir ykkur business model okkar, fyrir bara hausinn sem að líklega hefði rétt að svari verið að það ekkert fyrir hausinn, gróðin hefur aðeins minni. Þannig að þetta örlít, Benni. Þetta alveg rétt, þetta frægur whistleblower sem bendur á þetta, sem var leiddið þessa deild. Þetta var skotið í niður vegna þess að þeir hefðu ekki grætt eins mikið, en þeir hefðu samt grætt fullt, bara ekki eins mikið. Og þarna glæpurinn að þeir brugðust ekki við. En þú veist, þetta gegnumgangandi þema, það sem við finnum sem lausn snýst síðan í vanda. Og þannig manneskjan, en ég minna, þú veist, byssur drepa engan, það fólk sem drepur hvort annað, það segja byssuframleiðendur, byssuframleiðendur, en stundum, ég veit ekki, ég náttúrulega með aldrinum og með þessum hrikalega vanda heimsins og í ljósi þessara myndar maður orðin svona stjórnvaldsinnaðri og minna frjálslyndur að því leyti og maður vill segja bara fólk fífl og fólk gráðugt og við erum að búa til leikreglur og það getur ekkert lýðræði varla að ráði við þennan vanda. Því að í þessu tilfelli eins og við horfum á í dag, þetta ekki loftsteinn sem bara eitthvað eins og jarðskjálfti, eitthvað sem tengist okkur. Loftsteinn lífstílsvand okkar. Það þarf að bregðast við okkar eigin lífstíl og það mjög flókið á mjög mörgum sviðum og það krefst fórna. Þú veist, og hvaða stjórnmálamaður þorir að biðja fólk að færa fórnir. Þú veist, þannig að, og ég veit ekki, þú veist, þau ríki sem eru best rústuð til þess að gera eitthvað eru alræðisríki eins og Kína sem gæti breytt ykkur mjög hratt, en ég bara sjáu þér hvernig gengur að berja í gegnum einhverjar umbætur í þessari himnaríki lýðræðisins Ameríku. Þannig að ég fer að gera dystopíu þetta næst. Það sem kannski athyglisverði myndinurinnar að og mér finnst það langt besta mynd Adam McKay, miklu betri en Big Short og Vice sem ég var ekki alveg að tekja við og munurinn ef þú lítur á sem koma að henni sem finnst kannski pínu að annar handritshöfundurinn með honum David Sirotkin sem að hefur verið svona bara mikið að vinna með Bernie Sanders og hefur verið svona maður í bandarískri pólitík sem bara hefur verið á bak við tjöldin í svona kannski það sem vinstrisinasti angi demókrataflokksins og kannski einhver leyti þetta bara þú veist Bernie Sanders ekki verið að forseti en
þannig að prófum að fara í bíóið. En þetta kannski gengur upp þarna, en er hættulegt ef að já, það talar að ríkisvaldið sé að taka yfir, ef að pólitíski spindóttar fara að koma meira inn í bíómyndirnar og listinnar. Já, ég veit ekki, þetta allt eiginlega verða pólitík. Meira og minna, þegar þú gerir eitthvað sem ekki pólitík, þá það pólitík. Það veit. En já, ég veit ekki, það alla munur á stjórnmálamanni og kvikmyndagerðarmanni, einhvern veginn, eða heimspekingi eða podcastara. Heyrðu, þá það sem að kannski klára umræðan Don't Look Up á örstuttum kvikmyndarýni, að ég var að ljóðakvöldi í fyrrakvöld og þar kom Willie Watson sem eiginlega flóttamaður frá Bandaríkjunum, svona pólitískur flóttamaður og var með kvikmyndarýni Don't Look Up í rauninni í bara 6 orða ljóði og bara býst afsökunar, þetta var skyndaákvörðun þannig að ég var ekki með besta hljóðnumann en þeir ættu að heyra samt ljóðið á endanum á bar í nágrunni. We cannot trust the corporations who only want our money. And we cannot trust the media, whose view is oh so sunny. We cannot trust the government because they always lie. But we should trust the scientists if we don't want to die. En þá kannski komið að síðasta lið þáttarins sem heimshornið og þá ætlum við bara aðeins að nýta okkur alla þessa hausa sem við erum með í setti og sem hafa ferðast víða og unnið við margt og já, bara svona aðeins nýta sérþekkingu þeirra og kannski það getur verið bæði fólk sem hefur dvalið langdvölum erlendis eða bara þess vegna heima horft á mjög margar kóreska myndir eða eitthvað slíkt eða athuga hvort að einhver hefur sterkar skoðanir á bíómyndir sem að tengjast þeirra fagi, hvort sem það blaðamennska eða tónlist eða eitthvað annað og ég ætla kannski að byrja á Heiðu þegar ég fékk því þáttinn og við verum eitthvað að tala Berlín að þá komið ljósa að við höfum sömu uppáhaldsmyndina og þannig ég ætla bara að leyfa Heiðu að kynna uppáhaldsmyndina mína. Takk fyrir það. Já, þetta kom mér skemmtilega óvart í okkar spjalli að þú hafi tengt jafn vel og ég við þýsku myndina Der Himmel über Berlin eða Himinn yfir Berlín. Það þetta Wim Wenders mynd og ég hef alltaf haft smá svona, ég veit ekki hvort það hægt að tala dellu beint en ég hef verið svona hliðholl Þýskalandi út frá ótrúlegt en satt þýskri tónlist. Ég ekkert endilega bara Kraftwerk aðdáandi, ég hef nú hlustað bara á svona Kraftwerk og veit brautryðjanda starfi þeirra, en ég varð ofsalega hrifin af þýsku hljóðatónlistar fólkinu í Einstürzende Neubauten, sem kannski meira svona það sem að gerast upp úr 1980 og í framhaldinu á því það fór ég að kynna mér svolítið það sem að hafði í raun og veru verið að eiga sér stað í Þýskalandi og líka bara hvað útgáfufyrirtækin eins og Stum var að gefa út og svo aftur tengingin við að David Bowie hefði verið að vinna með Brian Eno, þannig að ég vissi að Berlín væri mikilvæg og ég var búin að horfa á Dýragarðsbörnin sem átti sér stað í Berlín og þannig að svo þegar ég sá þessa mynd, ég held alveg ábyggilega að ég hefði séð hana bara í Félagsbíó í Keflavík, ég átti þeim í Keflavík til rúmlega 20. Ég veit ekki hvenær hún kom í sýningu á Íslandi, hún var ekki alveg ný, hún var kannski 2 ára eða eitthvað, þannig að ég hef verið eitthvað svona, ég veit ekki, kannski 17 eða 18 eða eitthvað svoleiðis. Ég man allavega að hún hafði það mikil áhrif á mig. Ég talaði ekki þýsku, Ég bara var í framhaldsskóla og var frekar léleg í þýsku, ég man ekki því. En hún hafði þannig áhrif á mig að ég hugsaði bara þegar ég satt í sætinu mínu í þessu bíói sem núna búið að breyta í stórmarkaði í Keflavík. En hafði mikil áhrif á mig og mín unglingsár. Ég hugsaði bara,
ég á eftir að búa þarna. Þetta bara borg sem að ég hef það mikinn áhuga á að ég mun búa þarna og þetta náttúrulega, það eru ákveðnir hlutir þarna sem að eru sko höfðu til mín sem tónlistamanns. Það verið að fara á tónleika og þar sem að Nick Cave kemur fram á samt hljómsveitinni The Bad Seeds. Önnur hljómsveit sem spilar þarna Crime and the City Solution og fleiri hljómsveitir og ég varð mér út þessa plötu sem að lögin sem að hljóma í myndinni eru á og hún heitir Your Funeral, My Trial. Þar eru lög sem eru svolítið svona sirkuskennt eins og The Carney og fleiri af því þetta fjallar í raun og veru svona sirkusstelpu og svo fjallar þetta yfirnáttúrulegar verur sem við vitum, fáum dálítið lítið að vita en við vitum að eru englar og þeir eru ekkert með vængi, þeir eru bara meðal fólks sem sumir sjá þá og aðrir ekki og þetta fjall, sko, þetta mjög heimspekilegt að því leyti til að þessar verur sem eru þarna, þeir geta heyrt hugsanir fólks og þannig að það ofsalega mikið verið að fara inn í hausana á öllu fólkinu sem býr í Berlín og sumir eru glaðir og eru bara að hugsa fallegar hugsanir og börn að leika sér og þú veist með samræður inn í hausnum og svo annað fólk sem í raun og veru bara í erfiðu þunglindi og kannski sjálfsmorðshugleiðingum og það hlutverk þessara engla. Þannig að það má segja að þetta svona kannski endurgerða á hugsun sem á sér stað í alveg sko grunninn á til dæmis bókin svo The Catcher in the Rye. Það sem að sko maðurinn vill í raun og veru vera til staðar aðalpersonan til þess að hjálpa fólki sem að sko misstíu sig í grasinu sko og vera þar sko og englarnir eru kannski svona tákn fyrir góða samherjan, ef svo má segja, fólk sem til staðar í eins skringilegri borg og Berlín ennþá, en var ennþá meira á þessum tíma, af því að það alltaf, hún kemur út rétt fyrir fall múrsins, nokkrum árum áður, og þannig að þarna ennþá verið að sko sína, hvað ég að segja, einskismannslandi sem á sér stað þarna á milli Vestur- og Austur-Berlínar, sem að núna Potsdamerplatz og bara stál og gler, sko. Og sko, það í raun og veru mikið af svona svæðum sem eru óbyggð og skrítin og þessi drungalega sirkuslega tónlist, þessi loftfimleikastelpa og þessir englar sem að eru til staðar í stórborginni en eru samt ekki til staðar, sumir sjá þá og aðrir ekki. Þessi blanda hafði bara gífurlega, og góð tónlist, hafði bara gífurlega mikil áhrif á mig sem svona ungling í mótun, það sem ég hugsaði bara, þetta gerist ekkert á Íslandi. Alveg saman þó maður fari í stærsta staðinn sem til staðar á Íslandi sem Reykjavík, að þá gerist ekkert svona. Þannig að þegar ég fer í fyrsta skipti til Berlínar, sem ekki fyrir 2003, þá fór ég þarna með listakonu, vinkonu minni og var að leika undir sem sagt hún var með eitthvað svona performance og ég vissi ótrúlega mikið borgina. Ég var búin að lesa mig til líka það sem var að gerast í seinni heimsstyrjöld og allt það. En þegar ég labba hérna 2003, bara austan megin, má segja, þá fann ég svo mikla tengingu við allt sem ég hafi hugsað, að ég vissi bara, já, ég þarf að búa þarna. Þannig að ég hef búið í Berlín núna, nokkru sinnum, lengst í 1 ár, meðan ég var skiptinemi og svo var ég bara núna síðast sem ég var í Berlín var 2017, þá bjó ég mér til einhverja vinnuaðstöðu þarna að því ég var að taka upp tónlist, svona einhvers konar residensja og þarna hún hefur auðvitað breyst mjög mikið borgin frá borginni sem við sjáum í myndinni himininni við Berlín en hugsunin sem að eiga sér stað þarna í raun og veru, það má segja hvernig sagði Purku Pilnik þetta, Einar Örn Yrðaleysi stórborgar, vonleysi stórborgar. Það það sem Purku Pilnik með einu textanum. Það til staðar og þá náttúrulega þessi ótrúlega ógn sem að allir sem að hafa búið í Berlín eða eiga foreldra, afar og ömmur og eitthvað sem hafa verið þarna, hún svolítið ennþá til staðar. Þannig að fólk svolítið meðvitaðra hvað allt getur farið úrskeiðis og kannski ennþá meiri þörf fyrir hugsunin að það séu kannski einhverjir englar sem að hvort sem það yfirnáttúrulega verur eða bara fólk sem að hjálpar ef áþarf að halda og fólk stendur saman og tilfinningarnar verða svolítið hráar. Þetta svona mín uppáhaldsmynd út af því að gera.
Ég held að ég sé búin að koma þessu frá mér. Já. Þannig að tökum Gunnar Rafn, hérna einhverja svona, ef fólk vil fá betri innsýn inn í erlendu fréttina, ráðtækasvæði heimsins og svo framvegis, eitthvað sem myndi mæla með að þú veist í alvörunni dýpki þann skilning? Það ein sería sem dettur í hug sem merkilegt nokk er sænsk að upplagi en gerði samstarfi við fólk í Miðausturlöndum og fólk þaðan kallað Kalifett. Ég hef heyrt af henni, hún var alveg óbóðslega vel gerð og ég las bara síðast í morgun ekki bókudóm heldur gagnrýni um Kalifett sem hún skrifaði að manni sem hefði búin að skrifa 10 bækur sem prófessor í Miðausturlandafræðum og Íslam og hann sagði þetta væri bara óaðfinnanleg bakgrunnsvinnsla sem hefði verið gerð, allt mjög trúverðugt og þetta var auðvitað drama í þessu, þetta náttúrulega verður að vera dramasería, en þetta fjallar í raun og veru að það verið að lokka, þetta á tímum ISIS þegar Íslamska ríkið var með sitt kalifadæmi, að þegar verið að lokka sérstaklega ungar stúlkur af arabískum og tyrkneskum uppruna til kalifatsins og þetta sagan sögð bæði frá sjónarhóli þeirra sem eru komnir til kalifatsins og þeirra sem eru verið að plata til að fara þangað og þetta löng saga, fjölskyldusaga og eiginlega bara alveg ótrúlegt hvað ná mörgu rétt af því að ég, eins og ég segi, tala við fólk í Íslamska ríkinu, búin að fjalla átökin þar alveg heil lengi og það var eiginlega ekkert ótrúverðugt í seríunni með þess að þegar þau byrja að tala jihad, þeir gera sérstaklega greinamun á raun og veru jihad heimsins, jihad akbar og jihad askar sem þetta sem við þekkjum sem jihad með byssu, með hervaldi og þeir ræða alveg munin á þessu og af hverju maður þurfið að taka upp vopn og stundum ekki og það eru klerkar hérna sem maður fari að heyra bæði hvernig þeir ljúga að söfnuðinum sínum til þess að espa fólk upp í jihad og svo hvað þeir segja raunverulega bak við luktar dyr, þú veist, hvað þeim finnst raunverulega þetta allt saman. Þannig að þetta tekur á að horfa á þetta er ekki eitthvað sem maður horfir á létt út, þetta er raunverulega innsýn í hræðilega kúgun, morð og kvenfyrirlitningu og bara bara alltaf versta sem getur ímyndað í Íslamska ríkinu en gefur óbóðslega raunsæja mynd. Benedikt, þú náttúrulega verið tengdur Danmörku dálítið. Viltu tala danska myndir eða leikaramyndir? Nei, ég vil ekki tala danska mynd. Ég ætla að tala norður-makedóníska mynd sem ég sá. Sem bara var alveg uppljómun fyrir mig. Hún hét Honeyland. Myndamerkir, hún var tilnefnd til Óskarsins bæði sem heimildamynd og sem leikimynd og það er vegna þess að maður veit eiginlega ekki hvort, eða þú veist, er þetta saga? Þetta er heimildamynd og fólki sem kemur fram í henni er bara að leika sjálfan sig en sagan er svo góð að þetta hún fullkomlega stendur sem þessuna bara fiksjón og hún fjallar hunangsbónda, eldri konu sem býr í í litlu þorpi í Norður-Makedóníu og bara eins og bronsaldarmanneskja, hún ræktar býflugur og hún er bæði með sína eigin býflugur og svo sækir hún líka vilt býflugurna búi í náttúrunni sem hún veit af og inn í heim hennar kemur svo síkunarfjölskylda á ferðalagi sem eru þetta plöguð af hinnum kapitalískum kröfum, hún vilja mennta börnin sín og allt það og hún er svo góð og kennir þeim hunangsræktun og auðvitað getur hann ekkert stilt sig, bóndinn, hann þarf að taka eins meira frá heldur en gott er og þess að jafnvægi er raskað og drama, þetta er ótrúlega allegóría bara manneskjuna í náttúrunni og hvernig hún þú veist, jafnvægi og hvernig jafnvægi er raskað og hvernig hún reynir að finna aftur jafnvægi. Og rauninni er þetta bara svona essence myndum allar sögur, fyrsti þáttur, annar þáttur, þriði þáttur, skilur, vandamál og lausn og annarkvort er Hamlet endir, það er allir deyja eða happy endir. En þú veist, það er eitthvað ótrúlega fallið í þessa mynd og það sem er svo sláandi hvað hann er fallið og vel gerð og að sjá eitthvað sem, þú veist, þetta er ekki leikið en samt er þetta eins og þetta sé leikið. Ég veit ekki hvernig ég orða þetta er svo þannig að ég mæli með að menn sjá þessa mynd. Þetta er sem sagt þegar list er ekki eitthvað bara missir í porn, skilur, heldur sem hreyfir manni og er fallegt og innilegt. Þannig að
ég mæli með að menn fari þá bara til Norður-Makedóníu líka, upplýta það. Ég ætla að hefa örlítið verið í Makedóníu, en ég sá þessa fyrir einhverjum árum, en síðan sá ég systrabönd sem svona norður-makedónsk unglingamynd druslusköpun og vinkonum minn sem var með sem var að, já. Hvað hét hún? Hún var stelpuna sem náði krossinum í vatninu, er það ekki? Nei, það er önnur. Hún er þessu mögnuð. Hún er eitthvað, sú heitir Guð er til og hún heitir Petrúnia. Já, nákvæmlega. Akkurat. Nei, þessi er svona hefðbundari, bara lítil unglingamynd, en druslusköpun, þannig svona alvarlega, kannski unglingamynd fyrir fullorðna. Og vinkonum minn sem var með mér, sem var frá Akranesi, en býr hún Reykjavík, og hún var einhvern allar myndin að spyrja mig, hvenær gerist myndin? Og ég var bara, þú veist, að fara snjallsímana, þetta gerist líka bara dag, og hún bara, já, fyrir þetta snjallsímana þetta bara Akranes 1987. Þannig að unglingapartí Akranesi 1987, og það er alveg rétt, bara með það sem hefur komið til Makedóníu, þú veist, og sumstaðar, ekkert allstaðar, sumstaðar annarstaðar í Austurríkina, það er bara svona 87 stemning og það er kannski bara hægt að taka verður út sem heimildamind sumstaðar þar sko. Já. Og en já, við erum svona að fara að vera búin. Kannski næst síðasta, já. Mér langaði bara til að segja, ég er búin að horfa á Kalifat. Okay. Sem að Gunnar var að tala og ég mæli eindregið með því og þetta er bæði lærdómsríkt, opnar augum hans fyrir því í raun og veru hvernig svona, þú veist, hlutir virka á bak við tjöldin, hvernig verið er að skipuleggja eitthvað sem að maður sér bara kannski þegar maður les fréttir og sér maður bara yfirborðið það og hún er ótrúlega vel gerð og ég fekk það var eitthvað sem mælti með henni fyrir mig og hún er óþægilega en alveg þess verið að horfa á það. Og já, bara síðasta spurningin sem ég gleymdi að spyrja þegar við vorum að ræða tæknin og Benedikt var ég glaður að vera hættur að leika, en hvað ef að síðasta hlutverkið verður einmitt þú tölvuteiknaðir í framtíðinni, hvað væri draumahlutverkið 2200? Hvað segirðu? Hvað væri í... Ef að þú ert ekki hættur að leika því að þeir tölvugera þig eitthvað nýtt og nota þig í bíó á 22. öldinni, hvað væri draumahlutverkið? Hvað var í draumahlutverkið? Já, mér hefur alltaf langað til að leika í söngleik. Ég skil aldrei af hverju að ég hafa aldrei fengið hlutverk í söngleik, hvað sem ég get brostið í söng og dans. Ég myndi ekki vilja leika Gene Kelly bara í einhverju svona myndum hann. Heyrðu, þá bara er þetta klarast. Takk að sjálfsögðu Heiðu og Gunnari og Benedikt bara kærlega fyrir komuna. Áður en við ljúkum þessu þá langar mér bara minnast á að við erum ekki bara fjóriðsættinu, að verndarar þáttarins og náttúrulega við erum með leikstjóra Hross í oss og við erum með 4 kúrdíska hesta þetta sem að vaka yfir okkur og já, það er 1 hvítur og 3 svona dökkbrúnir og sem ég fekk að gjöf frá góðum mönnum í Duhok í kúrdíska hluta í Irak og ég var að hugsa bara ef að ég er með bara að leyfa áhorfendum ef þeir vilja að skrifa okkur og bara þetta er minnst vant að nöfna á þessa hesta og ég er ekki, það þarf að nefna það eitthvað fallegt sko, ja, svo við höfum nöfna og verðunum þáttarins. En næsti þáttur verður ekki bíómyndir, hann verður bókmyndir, við munum vera að skiptast á, þannig að bara við þökkum fyrir okkur í Bíóspegli og hlökkum til að sjá okkur aftur í Bókasmegli eftir viku. Þannig að bara takk hjá fyrir og sjáumst.